Já, þegar hann sá mig í dyrunum þá öskraði hann á mig, I will kill you. Já, einhvern veginn var nú bara að vona að ríðast á mig, þá get ég bara lumbrað á hann, sko. Ég segi alveg eins og ég ætlaði nú bara að láta hann finna fyrir því, sko, ef hann bara, veist, þá bara komið nóga þessi djöfus kjaftaði, en fyrir frönskunum mína. En svo áttu við bara samtal og hann fór að væli yfir og allir vondi við hann eitthvað kjaftaði. Ég sagði, drulla það bara heim til Sýrlands og þú heldur að hafa verið betra þar. Ég hef engan sérstakann á að eyða skattpenningunum í að halda þér uppi hérna eins og þú hagar þér. Já, þú sagði það við hann? Já, bara lét hann bara heyra það og hann var með eitthvað svona sketting, sko, og svo bara rakið hann út. Það var reynda búið að hringja á lögregluna, hún fylgdi honum út úr húsinu. Ég fekk nú svona eftir áræðanlegum heimildum þær upplýsingar að þessi fjölskyldusameining sem þær tóku þátt í með því að því ég virðist múta landamæravörðum í Egyptalandi til að koma fólki frá Gaza yfir landamærin. Akkurat. Sem var búið að fallast á einhverja fjölskyldusameiningu á hér í Íslandi. Að í þeim hópi hafi Ísraelar varað við þeir fengu listan, Ísraelska leyniþjónustan. Og þeir vöruðu við einhverjum 10-15 í þessum hópi, þeir væri bara, það bara að gefa til kynna að þeir tengdust bara einhverju hryðjuverkastarfsemi með einhverju slíku. Og ég get alveg sagt það, þeir vita hvaða skónúmer þú notar, sko. Þeir veist þessi Ísraelska leyniþjónustan er svo öflugast í heimi, hún veit allt. Hún veit allt þessa gæja, sko. Ég get ekki fengið tannupínu að þess að færa það í tölvu hjá sér, sko. Það var skýrsla greiningadeildar ríkislögreglustjóra 2019 held ég var með skipulagða brotastarfsemi þar sem kom fram að einhver hópur af múslimskum köllum hefði komið hérna vegna þess að vera ofsóttir fyrir kynhneigð sína í heimalandinu og voru svo stutt eftir þeir komu. Það var ekki einn eða tveir, sko, samkvæmt skýrslunni, ég veit ekki hvað eru margir, sem voru að falla að brjóta kynferðislega gegn konum, sko. Þannig að það blasti nú fyrir mér þó ég sé ekki sérfræðingur í hinsegin fræðum að þeir væru nú kannski ekki samni kynhneigðir fyrst ekki veldu þennan markhóp. Og þannig að þetta var svona bakgrunnur að því sem ég sagði, sko. Svo hleypu fólk upp eins og mér sé nú hérna utanríkisráðherra ég var ykkur trömpisti og móti samkynhneigðum og allskins snúa þess alveg á hvolf, sko. Því að fólk hefur náttúrulega það þykist hafa leyfi til þess að leggja mann orði í munn og láta hann að vera að fólk trúfrelsi og allt það að fólk stunda sína trú í sinni Moskvu eða eitthvað en þegar menn eru að leggjast á skeljarnar á Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn og halda einhverja risa íslama bænastund, skilur, af hverju heldur þú að segja því? Er það bara því að þeir eru svona hóvarir í sinni trú bara á, nei, þeir eru að tróða þessi, þetta er bara eins og ykkur sagði þetta er sem ástæðu hundar mýgutin í staura, sko, er að merkja þessi svæði. Þú veist, það vera að íta þessu yfir það sem fyrir það er það sem verður að gera, sko. Þetta snýst menningar, sko, byltingu í rauninni, sko, þú veist. Ef að fólk að þessu meiði væri að aðlagast og vildi bara stunda, veist, virða allir þessi mannréttindi, það er ekki tellit allt upp bara, veist, jafnrétti kynjana og réttindi samkynhneigðra og trúfrelsi og tjáningafrelsi og þeir væru sáttir við aðskilnað kirkju eða trúar og ríkis sem er nú hluta þessu, það er þetta Saria kjaftaði að það er bara einu lögin sem átt að taka marka og það eru lög Múhameð, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega ekki samrýmanlegt okkar gildum. Bara ég skildi ekki, sko, því að þú tala tölfræði, sko. Þú getur nánast verið viss og þú getur fundið fullt af fólki sem segir bara þessi tölfræði sé rasísk, sko. Þú veist, ég meina, það bara, við tökum ekki mark á tölfræði, sko, því að ég þekki hann Abdullah í næsta húsi og þetta er bara fýtt maður, sko. Þá hljóta bara allir hinnir 1000 milljónir að vera líka fínir, sko. En því miður er það ekki þannig og ef við metum bara áhættu á ákveðni háttsemi, ég meina séðu hvað er að gerast alls þar í heiminum búið að gerast hérna. Það eru búið að fremja rúmlega 47.000 hryðjuverk í heiminum af völdum íslamista frá 11. september 2001 og við erum að heyra bara, veist, næstu í daglega við leggjum eyrum vel við einhver ódæðisverka sem menn eru öskrandi Allah akbar, einhver staðar stingandi fólk eða skjótandi eða sprengjandi, sko. Og fólk bara neitar að tengja þetta trúnið. Þeir eru að tengja þetta trúnið, þeir eru að samfara okkur það að þetta hafi eitthvað með trúna að gera. Sko, það er enginn að tala það að við ætlum að vera að halda múslímunum, gera það ábyrga fyrir öllum morðunum og nauðgununum sem að Múhameð stóð fyrir, sko. Við erum bara að segja í dag viljum við siðbót, við viljum nútíman hérna og við viljum að þið tækið þátt í þjóðfélagi sem er það besta í heiminum. Evrópa er evrópska samfélagið, sko, gildin og allt þetta sem við hefum lagt heiminum til er það besta sem til í dag, sko. Við séum svo slæm í umhverfismálum, við erum best í heiminum með 85% af okkar orku úr endurnýtanlegum orkugjöfum, skilur, og við erum að væla alla dag yfir því að við stöndum okkur ekki nógu vel. Við höfum bara opnað veskið. Við höfum opnað veskið og
þú getur haldið svona áfram, ég meina, jafnrétti kynjana, við erum á toppnum á öllum mælikvörðum, alþjóðlegum mælikvörðum í bara áratugi held ég bara, og við hefur verið að væla það að konur séu kúar hérna einhverju feðraveldi. Þú veist, hvaða djöfulsins væl þetta?